nýjan prentara. Þetta alveg eins, ég tók bókhaldið launum og sjómannalaunum. Við förum hérna upp í skrá, veljum hérna prentarandslit og hér sjáum við prentarandslitin sem í boði. Við getum farið hér í nýfærsla. Ef við ætlum að bóka til nýjan prentara, látum að til dæmis heita aðalprentari. De flesti prentari í dag eru annarkvæmt svokallaðir leysiprentarar eða blegsprautuprentarar og þetta hag á við hvoru tveggja. Við höfum þetta hag bara. HB3 er algengast, þannig við látum það bara eiga sig. Nota hér sjálfgefinn Windows-prentara. Þetta þýðir að þá grípur þann prentara sem er aðalprentarinn í Windows, svokallaður default prentari. Þá myndi koma svona sjálfgefinn hérna fyrir aftan, sem þýðir að hann er þá merktur þannig. Ef við viljum prenta á einhvern annan prentara en þann prentara, þá getum við farið hérna í örnýður og valið þann prentara. Hann þarf þá bara að vera uppsettur í Windows til þess að það gangi á þessari vél. Við getum stilt hérna hvað eru margir pappírslengd í línum talið á síðu. Þetta þýðir það hvað fara margar línur á blaðsíðuna í heildina og síðan þetta yfirleitt bara látið vera 72. Fjöldi prentaralína á síðu er oft 66, stundum þetta minnka niður í 62. Við þurfum bara að passa ef við breytum einhver í þessum 4 dálkum hérna, að þá hefur það áhrif á alla prentun sem notar þennan prentara. Til dæmis myndu reikningar líka breytast. Ef ég set vinstri spásíku hér, ég get sett bæði -1 eða +1, eða stundum þarf að gera þetta ef prentarar eru eitthvað óþekkir við okkur, að þá hefur það áhrif á allt sem við erum að prenta út frá þessu. Stundum er sett vinstri spásíka að maður vil geta gatað og vil eitthvað hreyfa þetta til. En þetta er eitthvað sem er bara gott að prófa sig áfram með. Síðan smellum við bara hér á skrá. Þá er prentarinn kominn hér. Og síðan getum við hérna hakað í að velja. Þá sjáum við að prentarinn færðist hérna upp og þá er þetta orðið aðalprentarinn okkar. Takk fyrir.